Komið sæl. Í dag ætla ég að tala við ykkur það sem að ég tel að sé bara það mikilvægasta sem að þið getið lært þjálfræði, sjúkaraþjálfun, þjálfun yfir höfuð, íþróttaþjálfun, þess vegna tónlistarþjálfun eða bara hvers konar þjálfun sem að þið eruð í. Og það eru þjálfræðilögmálin. Þjálfræðilögmálin, svo ég þekki þau, eru 3 og það eru til aðrar útgáfur af þjálfræðilögmálunum. Aðrar útgáfur eru yfirleitt flóknari og þessi 3 lögmál, þau innihalda aðrar útgáfur. Þannig að ég vinn út frá þessari útgáfu og ég ætla að kynna þessa útgáfu fyrir ykkur. Áður en að ég fer yfir hver lögmálin eru, þá ætla ég að segja ykkur það að það skiptir gífurlegu máli að við fylgjum þjálfræðilögmálunum alltaf þegar við erum að æfa eða þjálfa. Við viljum passa upp á það að ef að við erum að læra eitthvað meira eða kafa eitthvað dýpra í þjálfræði, hvort sem að það er íþróttaþjálfræði eða sjúkraþjálfun, þá þarf þjálfun alltaf að lúta þessum 3 lögmálum. Og þá bara komið að því að útskýra hver þau eru. Fyrsta lögmálið er lögmálið sértækni þjálfunar. Annað er lögmálið aðlögun og þriðja er lögmálið stignun þjálfunar. Og það sem ég ætla að gera núna er ég ætla að byrja á því að útskýra hvað ég á við með þessum nöfnum. Lögmálið sértækni þjálfunar er einfaldlega lögmálið sem segir okkur það að til þess að verða betri í einhverju, þá þurfum við að æfa þann tiltekna hlut. Hvað þýðir þetta í raun og veru? Þetta þýðir það að ef að við ætlum að verða betri í að hoppa hátt upp í loftið, þá þurfum við að hoppa hátt upp í loftið. Ef að við ætlum að verða betri í að hlaupa langt, þá þurfum við að æfa það að hlaupa langt. Ef að við ætlum að geta spilað á þverflautu betur, þá þurfum við að spila á þverflautu. Mjög einfalt. Það er hægt að gera þetta aðeins flóknara með að pæla í því, en ef ég er að æfa á þverflautu, gæti ekki hjálpað mér að æfa mig á klarinetta því að ég svipaðar fingrasetningar á klarinettið og þar af leiðandi myndi þá fingrafiminn færast yfir. Og það er rétt, en það sem hjálpar okkur samt alltaf mest við að verða betra á þverflautuna er að æfa á þverflautuna sjálfa. Af því að það eru aðeins aðrar fingrasetningar, við þurfum að blása öðruvísi hljóðfærið og svo framvegis. Eins með langhlaup. Getum farið á hjólahelling og við æfumst í hlutum sem eru mikilvægir fyrir langhlaup, en það er alltaf betra að fara að hlaupa. Af því að við fáum sértækari þjálfun, við æfum réttu vöðvan, við æfum réttu hreyfingarnar og við æfum taugakerfið, við æfum hjarta- og æðakerfið í takt við hlaupin, en það þýðir samt ekki að það geti ekki verið gagnlegt að taka einhvers konar öðruvísi þjálfun með. Og það sem maður er að gera ef þú tekur öðruvísi þjálfun til þess að verða betri í því sem þú ert að æfa, er að þú ert í raun og veru að þú ert ekki að þjálfa upp hlutin sem þú vilt vera betri í. Segjum sem svo til dæmis að við förum út að hjóla til að verða betri hlauparar.
Við erum í raun og veru ekki að fylgja lögmálum sértækniþjálfunar, en það getur oft verið gott af því við viljum æfa frekar mikið oft, sérstaklega þegar við erum í íþróttum. Það getur verið gott að skipta verkefninu niður. Ef við ætlum til dæmis að verða mjög góðir maraþonhlauparar, þá þurfum við að geta hlaupið maraþon, við þurfum að geta hlaupið ákveðið hratt, við þurfum að vera með ákveðina endurheimt, hjarta- og æðakerfið þarf að vera ákveðið gott, við þurfum að vera með ákveðin styrk, við þurfum að vera með ákveðin hámarkshraðahlaupum, ákveðna getu til þess að hlaupa nálægt mjólkursýruþröskuldi 1 og mjólkursýruþröskuldi 2 og mikið af þessum hlutum er eitthvað sem við getum alveg æft með ykkur öðru en þá erum við að nota það til þess að æfa þann hlut og sá hlutur getur svo haft áhrif á hlaupin en ef við ætlum að verða góðir hlauparar þá gengur ekki að bara hjóla eða það gengur ekki að finna bara út hverjir allir undirstöðuþættirnir eru og bara æfa eitthvað annað til þess að æfa þá. Besta leiðin er bara að hlaupa og ég segi ykkur þetta ekki til þess að reyna að fá ykkur til þess að taka aldrei neitt annað en það sem þið ætlað að æfa ykkur fyrir. Það getur verið fínt til þess að brjóta þetta upp þannig að þetta verði meira gaman, getur verið fínt til þess að minnka meiðslahættu ef að eins og með hlaupin getum bara hlaupið ákveðið mikið án þess að meiðast en við getum hjólað miklu meira eða hlaupið í vatni þannig það getur verið sniðugt að hlaupa ákveðið mikið og síðan getur vel verið sniðugt ef að við eigum meira í tankinum en beinin okkar til dæmis ráði ekki við meira af höggum að taka kannski hjól aukalega. En aðalþjálfunin ásamt að vera hlaup. Það er mjög algengt að fólk ætli sér svo rosalega mikið að verða betra í einhverju að það hættir að hugsa aðalhlutin, fyrir að hugsa undirstöðuþættina allt of mikið og tapar árangri í því sem það ætlar að æfa. Til dæmis segjum að maður sé að æfa sig fyrir Laugavegslaup 55 km en maður vill geta hlaupið að hratt og þá veit maður það að maður þarf kannski aðeins að æfa upp hraðan en það sem skiptir kannski bara mestu máli er að geta verið lengi í þessari ákefð, er að ráða við svipaðar aðstæður, frekar en það að ætla sér að verða Íslandsmeistari 5 km til þess að geta hlaupið góðan Laugaveg. Ég meina að skila sér alveg einhverju leyti inn í Laugaveginn. En þetta er lögmálið sértækniþjálfunar. Við þurfum að æfa það sem við viljum verða betri í. Annað lögmálið er lögmálið aðlögun og það segir okkur að þegar við setjum líkamann undir ákveðið álag þá aðlagast líkaminn. En vandamálið hérna er að við þurfum að gefa honum tækifæri á að aðlagast. Ef að við setjum ákveðið álag á líkamann og síðan bara hættum við að æfa þá bara áttar líkamann sig á því að við þurfum ekkert á því að halda aðlags, við þurfum ekkert að verða sterkari, það var bara erfitt einu sinni. Ef að við gefum okkur aldrei tíma í það að ná okkur eftir æfingar, þá erum við alltaf að brjóta líkamann í raun og veru niður. Það er það sem við erum að gera yfirleitt á æfingum, við erum að brjóta niður vefi eins og vöðva, bein og síðan aðlagast líkamann á milli æfinga með að gera sig aðeins sterkari. Þannig til þess að fylgja lögmálum aðlögun þá þurfum við meðal annars að passa upp á að hvíla. Við þurfum að passa okkur á því að þyngja
æfingar ekki of eða of hratt af því að þá erum við að brjóta lögmálið aðlögun af því að það sem lögmálið aðlögun segir að ef við setjum svona mikið álag á líkamann og við erum kannski svona sterk þá smám saman yfir tíman ef við höldum áfram gera jafn mikið álag þá fer líkaminn upp í þessa getu og ef að við setjum svona mikið álag á líkamann þá það bara of mikið og þá jafnvel fer maður að safna upp þreytu og verða verri og verri. Þannig við viljum gera rétt erfiðleikastig og gefa líkamanum tækifæri á að aðlagast og þess vegna rosalega heimskulegt að vera hérna og svo en áður en að við náum aðlagast þá hækkum við allt hvað hækkum, svo erum við kannski bara komin hingað og þá erum við í slæmum málum. Þriðja lögmálið síðan lögmálið stignun þjálfunar. Segjum að við séum með þetta hérna álag og við erum búin að aðlagast og erum komin hingað. Þá þurfum við að breyta prógramminu, það að segja stigna það. Það þýðir að þá viljum við þyngja prógrammið, svo klifrum við upp, þyngjum, klifrum upp og þetta lögmálið stignun þjálfunar. Eins, ef eitthvað gerist þegar við förum niður, þá viljum við létta prógrammið. Þannig að við erum alltaf á stað þar sem að við erum aðeins, þetta aðeins of erfitt fyrir líkamann, en samt nógu lítið of erfitt til þess að hann nái að aðlagast. Og góð leið til þess að fylgja lögmálum stignun þjálfunar getur verið að vera með ákveðið erfitt prógram í 4 til 6 vikur og svo þyngja. Og síðan erum við með svipað erfitt prógram 4 til 6 vikur og þyngja. 4 til 6 vikur. Gallinn við lögmálið stignun þjálfunar að mjög margir vilja bara þyngja viku eftir viku eftir viku eftir viku eftir viku og þá gleymist lögmálum aðlögun af því við gefum líkamanum aldrei tíma á að aðlagast. Mér finnst mjög áhugavert til dæmis að lesa það sem að Jack Daniels sem mjög þekktur hlaupaþjálfari hefur skrifað þetta að hann rosalega fastur á því að það má aldrei þyngja fyrr en að fólk búið að sýna það bara komið í form og þá hann til dæmis að tala að hraða á sprettum eða auka tímalengd af því að ef þú þyngir of snemma þá bara eykur meiðslahættu, þú jafnvel bætir þig minna af því að æfingar of erfiðar, tekur á langan tíma að aðlagast og þess að skiptir máli að gera þetta vel. Það eru til einhverjar þumalputtareglur það hve mikið maður á að þyngja, hve oft. Ég í raun og veru held að það sé bara miklu betra að gera sig grein fyrir hve erfitt á þetta að vera. Finna það að maður verði þreyttur eftir æfingar en maður sé sem tilbúin í næstu æfingu. Síðan þegar að æfingan að orðna bara tiltölulega léttar, maður getur haldið álaginu sem maður setti á sig, þá þyngir maður. Í sjúkraþjálfun myndi þetta líta þannig út að einhver kemur út af einhverjum vanda, þá byrjum við á ákveðnum styrktaræfingum eða einhvers konar úthaldsþjálfun eða einhverju þannig. Síðan þegar einstaklingurinn byrjar að geta gert þetta bara þokkalega vel, án verkja, með góðan styrk, þá þyngjum við. En ef við myndum þyngja of hratt, þá myndi einstaklingurinn bara finna til, verða ógeðslega þreyttur, ekki ná að bæta sig. Síðan skiptir mjög miklu máli að þyngja, af því ef við þyngjum ekki, komst bara á ákveðinn stað, þá bara höldum við áfram að vera það sterk. Þannig þetta eru þjálfræði lögmálin. Næst ætla ég að fara yfir það hvað gerist ef við fylgjum ekki þjálfræði lögmálunum. Ef við fylgjum ekki lögmálunum sértækni þjálfunar,
það sem gerist einfaldlega það að við verðum bara betri í einhverju öðru en því sem við ætlum að verða betri í. Ef að ég ætla að æfa á þverflautu og ég fer bara að æfa á saxófón allan daginn, ég verð miklu betri í að æfa á saxófón. Kannski hefur það einhver áhrif á þverflautuna, getur vel verið, en ef ég myndi eyða sama tíma í að æfa á þverflautuna, ég yrði miklu betri þverflautuleikari. Ef að ég er í sjúkaraþjálfun og ég er með bakverki og ég fer bara að þjálfa hálsvöðvana, það getur alveg vel verið að ég verði kannski aðeins betri í bakinu af því að kannski er einhver tenging á milli vandamálsins í hálsinum og baksins, en ég yrði miklu hraðar betri ef ég myndi bara takast á við þau vandamál í bakinu sem eru raunverulega vandamálin. Saman með hlaup, ef ég fer bara og hleypi í vatni 20 klukkutíma á viku, getur orðið geggjaður í að hlaupa í vatni, en ef ég hleyp aldrei neitt á þurru landi, hvað gerist leið og ég þarf að setja þungan á jörðina? Ég er með gott hjarta- og æðakerfi en ég er kannski ekki með beinþéttina í að hlaupa og ræð ekki við að hlaupa nema kannski 5 km, ef svo mikið, eða ég næ ekki álaginu. Þið skiljið hvað ég er að fara, vonandi. Síðan lögmálum aðlögun, ef að við gefum líkamanum ekki tíma á að aðlagast, það sem gerist er að við förum bara að safna upp þreytu og það endar á því að við meiðumst eða við förum í ofálag, jafnvel ofþjálfun, og það er ekki skemmtilegt ferli og við græðum ekkert á því, við bætum okkur ekkert af því að þá erum við bara að safna upp á álaginu, við erum að safna upp niðurbroti í staðinn fyrir það að nota niðurbroti til þess að styrkjast. Og ef við stignum ekki þjálfunina, fylgjum ekki lögmálum stignum þjálfunar, þá náum við ákveðnum punkti og svo bara höldum við þar. Og meira þess að stundum, ef að aðlögunin er ekki næg, en hún er ekki það mikil að við séum komin í einhverja alvarlega ofþjálfun, þá getur það stundum litið út eins og það að við séum ekki að stigna nógu mikið. Þannig passið ykkur á þessu að hugsiði fyrst, er ég að lenda í því að ég er alltaf þreyttur? Er ég að lenda í því að ég er kannski ekki að sofa almennilega á nóttunni? Ég næ ekki að taka vel á því á æfingum? Þá er það líklega ekki vandamál með lögmálum stignun þjálfunar. Þá er það líklega vandamál með lögmálum aðlögun. Og svo ef ég seti það síðan örsnögt í samhengi við það sem ég talaði fyrir 2 vikum píramídíska og polariseraða þjálfun. Það eru til alls konar aðferðir til þess að ná markmiðum okkar, og eins og með úthaldsþjálfun, ef við tökum polariseraða nálgun, sem þýðir það að við erum mest á lítilli ákefð, lítið á miðlungsákefð og mikið á hárri ákefð, þá erum við að takast á við grunnþætti í okkar úthaldsíþrótt. Tökum bara hlaup sem dæmi hérna. Við erum að takast á, ef við tökum sértæknina, við erum að takast á við að byggja upp úthald, þannig við getum ráðið við það sem við erum að gera og við fáum endurheimt til þess að geta tekið vel á því þegar við erum að keppa. Eins fáum við þá úthald til þess að geta tekið meira af sértækum æfingum. Við erum með eitthvað af þessum meðal erfiðu æfingum og svo erum við með hröðu æfingarnar sem eru þá að æfa okkur í að fara hratt.
En segjum sem svo að við erum að æfa fyrir maraþon og við tökum alltaf bara lull eða eitthvað sem við getum bara haldið í klukkutíma en við ætlum að vera 3 tíma að. Þá æfum við okkur aldrei í þessari sértækni og eins og sést á rannsóknunum að þar er píramídíska nálgunin sem er mest rólegt og aðeins minna af meðalhröðu og síðan lítið mjög hratt, þá er það betra. Og það sem að sást svo vel á rannsóknum á þessum píramídísku pólariseruðu þjálfunaraðferðum er að ef við fylgjum bara þjálfræðilögmálunum, fylgjum lögmálunum, sértækni þjálfunar, lögmálunum aðlögun og stignu þjálfunar, þá fáum við bestu niðurstöðunar. Miklu frekar en ef við erum með eitthvað svakalega ferkantað form sem við ætlum að fylla upp í. Og hvernig finnum við út úr því hverjar þarfirnar eru, hvað það er sem við þurfum að æfa sértækt, af því að ef við ætlum að æfa okkur í maraþon og við förum bara að hlaupa maraþon 3 í viku, það er bara ógeðslega mikið, það er allt of mikið. Þannig við þurfum að vera klók til þess að geta orðið betri í maraþoni. Við getum ekki bara farið og hlaupið maraþon þó það sé tæknilega besta æfingin fyrir það. Heldur gerum við svokallaða þarfagreiningu. Við athugum hvað við þurfum að æfa undirstöðuþættina, en síðan líka mikilvægt að taka bara nokkur maraþon til þess að æfa sig. Eins og fólk þekkir kannski sem hefur hlaupið nokkur maraþon að fyrsta maraþoni er yfirleitt ekki best af því að það er bara svo margt sem að þið þurfið að læra með því að taka það nokkur sinnum. Og þessi þarfagreining, ef við tökum maraþoni sem dæmi, það er einmitt það að við þurfum að vita það að við þurfum að geta hlaupið samfellt í, segjum að við tökum maraþon á 4 tímum, þá þurfum við að geta hlaupið samfellt í 4 tíma. Við þurfum að geta verið lengi á háu álagi. Þegar við erum 4 tíma þá þurfum við líklega að næra okkur, en við þurfum að kunna að næra okkur. Við þurfum að geta farið upp og niður brekkur ef þetta er ekki flöt braut og svo framvegis. Og með því að gera svokallaða þarfagreiningu þá getum við hjálpað okkur með að vera sértæk í nálgunin okkar og suma þætti í þarfagreiningunni er hægt að æfa með einhver öðru eins og við gætum til dæmis hlaupið í vatni til þess að æfa okkur í að vera í ákefð sem að er rétt undir mjólkursýruþröskuldi 2 ef við komum hjartslættinum það hátt í vatni, það er ekki allir sem geta það. En ef öll þjálfunin er í vatni þá vantar okkur heilmikið upp á. Ég ætla núna að teikna fyrir ykkur mynd sem að setur þessi lögmál í samhengi og teikna hérna, hérna er ég með 2 ása. Upsilon-ásinn, það er ásinn sem segir okkur það hve miklu formi við erum í. Og bara getur notað þetta bara hæfni okkar í einhverjum hlut. Hvort sem það er vöðvastyrkur í einhverjum vöðva eða hvort sem það er geta í að spila erfið tónverk eða geta í að takast á við tilfinningarnar okkar ef við tökum þetta frá sálfræðisjónarhorni. Hraði sem við getum fyllt í 10 km hlaupi, hvað sem það er. Áður en við förum í æfingalótu, þá erum við með þetta form og ég hef hérna punktalínu hérna inn ykkur. Síðan byrjum við æfingalótuna og þá erum við að brjóta okkur niður til að byrja með og verðum við þreyttari, síðan smám saman fer líkaminn að aðlagast, svo verðum við betri
og síðan ef við höldum bara álaginu áfram svipuðu, þá förum við hérna. Og það sem að við myndum vilja gera þegar við erum komin á þetta hérna svæði er að þá tökum við aftur aðeins þyngra, svo aðlagast líkaminn og smám saman fer maður upp á við. Það eru margir sem að tala um þetta sem þannig að við tökum æfingu, verðum þreytt eftir æfinguna, svo verðum við betri og betri og betri, svo verðum við hérna aðeins betri og ef við tökum ekki aðra æfingu þá fyrir við aftur niður. Ég er ekki hrifinn að við hugsa þetta svona af því að mér finnst þetta einfaldlega bara ekki passa miðað við mína reynslu af því að bæði þjálfa, æfa sjálfur, að maður verður ekki alltaf betri daginn eftir næstu æfingu og það er ekkert, þið viljið ekkert endilega hafa hverja einustu æfingu þannig að þið verði betri daginn eftir. Þess vegna er miklu betra að hugsa þetta eins og Jack Daniels útskýrir í bókinni sinni, Jack Daniels Running Formula. Þannig að þið setjið álag á líkamann yfir kannski nokkra vikna tímabil, þá færið það að verða sterkari og ef þið haldið bara álaginu þá haldið áfram að verða það sterk. Síðan getið þið þyngt, þá færið aftur niður og upp og það sem gerist yfir lengri tíma er að þá farið þið smám saman hérna upp á við. Ef hins vegar þið leyfið ykkur ekki að komast upp á þetta hérna svæði þar sem að þið eru sterkari, leyfið ykkur ekki að aðlagast, þá farið þið bara neðar og neðar. Síðan endið þið þá í einhvers konar meiðslum, ofálagi, ofþjálfun, einhverju þannig og það er ekki skemmtilegt að glíma við. Þið takið yfirleitt eftir þessu með því að þið eruð að æfa helling en þið bætið ykkur ekkert og þetta er jafnvel bara að vera verri. Það sem maður getur líka tekið eftir er að maður verður þreyttari og þreyttari og þreyttari og getur farið að lenda í svefntruflunum, alls konar og ég ætla að tala betur um þetta í næstu viku því þá ætla ég að tala um ofþjálfun. Og þess vegna þurfum við að passa okkur upp á að fylgja lögmálum aðlögun, leyfa líkamanum að aðlagast, þá aukum við álagið. Ef að við stignum ekki þjálfunina þá höldum við bara áfram að vera hérna í beinni línu, á nýju beinu línun okkar. Ef að við fylgjum ekki lögmálum sértækni þjálfunar þá gerist þetta ferli bara fyrir eitthvað annað. Þannig þetta er mjög mikilvægt fyrir þjálfun og þetta er það sem við þurfum alltaf að pæla í og við getum oft farið í alls konar rannsóknir og pælingar einhverja svakalega nákvæmni og málið er að ef að þetta er álagið sem við ráðum við og við erum í íþróttum, þá viljum við vera eins nálægt efri línunni og mögulegt er. Og hérna ætla ég bara að gera nokkra línur fyrir ykkur. Þetta er til dæmis eitthvað sem að var talað um í öldrunarfræði, áfanganum í öldrun- og sjúkraþjálfunar, áfanganum í sjúkraþjálfunarnáminu en ég er í raun og veru bara almenn þjálfræði að það er, hérna ger ég nokkra línur og ef að við erum á þessu hérna svæði í miðjunni þá erum við bara að viðhalda því sem að við erum með. Ef við erum á svæðinu hérna þá verður við smám saman betri. Ef við erum hér þá erum við að gera of erfitt. Það sem við viljum gera í íþróttum er að við viljum vera eins nálægt línunni eins og við mögulega getum án þess að fara yfir hana. Af því þá fáum við mestar bætingar.
Gallinn ef við erum lengi í þessu, þá færist þetta upp, þessi hérna lína færist líka upp, en bilið verður alltaf aðeins minna og minna, þannig að það verður flóknara og flóknara að æfa undir miklu álagi og þess vegna er rosalega gott að fara í einhverja af þessum dýpri pælingum eins og ef að við erum með mæla til þess að mæla mjólkursýru í blóði, það getur alveg tekið æfingar þar sem við erum bara að taka mælingar til þess að sjá að við séum ekki að fara yfir strikið og bara vera með svakalega ferkantað prógram. Við getum alveg pælt í púlsinum að einhverju leyti til þess að reyna að hafa áhrif á álagið og það er það sem við erum yfirleitt að gera. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum fundið eins mikið álag og við getum til þess að við náum sem mestum bætingum án þess að við förum yfir þetta strik. Það er það sem við erum að gera oft með þessum sértæku þjálfunaraðferðum og þannig. En það sem gerist rosalega oft þegar við förum í einhverjar dýpri pælingar í þjálfræði, eins og það að vera að pæla í mjólkursýrumagni eða púlsinum okkar, er að við gleymum aðalmálunum, við gleymum þjálfræðilögmálunum. Og það má ekki gerast. Við þurfum að muna eftir þjálfræðilögmálunum til þess að geta síðan bætt annarri visku og annarri þekking ofan á þau. Ég ætla aðeins að klára að útskýra myndina. Ef við erum síðan á þessu hérna svæði, þá bara munum við smám saman verða veikar og veikari því við erum ekki að viðhalda okkur. Og ef við förum og við erum alveg hérna, þá gerist það bara mun hraðar og þá getum við farið líka að lenda í alls konar vandamálum af því að við erum ekki að æfa okkur nógu mikið. Og þjálfræðilögmálin, þau skipta mjög miklu máli eins og ég talaði áður, bara í raun og veru með hvað sem við erum að æfa. Þetta er ekki bara íþróttaþjálfun, þetta er ekki bara sjúkraþjálfun, þetta er ekki bara það að fara í ræktina. Heldur þetta líka, viljum við vera sterkari andlega. Gerum þá erfiða hluti sem eru hóflega erfiðir á því sviði sem við viljum vera betri í og þjálfum okkur í að ráða við þá. Viljum við vera betri hljóðfæraleikarar? Æfum okkur í því að spila á hljóðfærið hóflega mikið erfiðara, þannig þá aðlögumst við og verðum betri hljóðfæraleikarar. Viljum við læra eitthvað? Viljum við verða betri sjúkraþjálfari? Þá þarf ég að fara og finna námsefni sem er hóflega mikið erfiðara en það sem ég kann og læra það. Og svo þegar ég kann það, þá get ég ekki bara halda áfram að lesa það sama aftur og aftur. Ég þarf að finna eitthvað sem er aðeins erfið, aðeins þyngra. Ef að ég er komin í sjúkraþjálfun, þá vil ég að æfingarnar sem ég er að gera séu sértækar, ég sé að pæla í því vandamáli sem ég er raunverulega að glíma við. Ég vil fá tíma til þess að aðlagast álaginu og svo þegar ég er komin á þann stað að mér líður þokkalega með það sem ég er að gera, þá þarf ég að þyngja til þess að halda áfram að styrkjast. Og í raun og veru sama hvað þið eruð að æfa, þá getið þið fylgt þessum þjálfunarlögmálum. Þetta er ekki bara íþróttir. Ég ætla aðeins að enda á því að tala mikilvægi þess að hugsa þjálfræðilögmálum fyrir sjúkraþjálfun. Af því ég lít á sjúkraþjálfun sem einkaþjálfun sem að hefur mikla þekkingu á sjúkdómafræði, á hreyfingu og hefur einmitt bara mikla þjálfræði þekkingu og fyrir mér er sjúkraþjálfun þjálfun. Það er ekki eitthvað svona galdrabrögð sem að sjúkraþjálfur ætlar að laga eitthvað, heldur er það þjálfun og
Málið er að í sjúkraþjálfunarmeðferð þá skipta þjálfræðilögmálin höfuðmáli. Þau eru í raun og veru það mikilvægasta sem við getum iðkað sjúkraþjálfun eftir, af því að þetta er bara þjálfun. Og málið með sjúkraþjálfun er hún er oft bara flókin þjálfun að því leyti að fólk er kannski, við tökum þessa hérna mynd aftur, fólk er kannski á stað þar sem að ef þetta er miðjusvæðið aftur, að línan á milli, þessi hérna lína, þar sem við förum að verða verri ef við förum yfir hana, hún er kannski bara komin alveg hérna upp að. En þá þurfum við að reyna að smeygja okkur inn í þetta hérna svæði, þar sem við gerum nógu mikið til þess að byggja okkur upp, ekki of mikið. Og það getur verið rosalega flókið. Eins eru sjúkraþjálfarar með mikla þekkingu á hreyfingum, á því hvernig líkaminn virkar og alls konar þannig við getum valið réttu æfingarnar, verið með sértæknina og svo þurfum við að fylgjast með hvernig gengur og aðlaga prógrammið. Þannig í sjúkraþjálfunarmeðferð þá eru þjálfræðilögmálin bara það mikilvægasta sem við viljum fylgja. Rétt eins og í allri annarri þjálfun. En þá er ég komin með allt sem ég ætlaði að tala um í dag og í næstu viku þá ætla ég að ræða við ykkur um ofþjálfun. Þannig ég þakka bara fyrir í dag